Hélstu þannig á tímabili að þetta væri komið í hús? Þetta aldrei komið í úrslitakeppni. Það verður bara að vera að berjast allan tíman. Gera þetta almennilega. Hvað fannst þér svona, hvað var það helst sem fór úrskeiðis? Við hættum að spila saman og tempóið var ekki eins hátt og það var. Við vorum ekki að spila góða vörn, eins góða vörn og í byrjun. Þannig að það verður að vera á fullu allan tíman. Fannst þér þið verið að skjóta fullt mikið svona fyrir utan? Ég bara veit það ekki. Já, kannski. Ég veit það ekki. Ég með tölurinn það fyrir, það var 21 þriggjastaða skot í fyrri hálfleik. Já. Gegn einu í hálfleik. Já. Ég spurði þeim Sverrir að því hérna, það var í fyrsta leiknum, þá voruð þið 15 í fyrri hálfleik. Hann sagði að það var ekki vænlegt til árangurs. Er þá 21 þriggjastaða skot eitthvað vænlegra? Nei, við verðum að fara nær í körfunni. En það er það erfitt, sækja inn að körfunni, þær eru gríðarlega sterkar þar? Það á ekki verið það. Við erum jafn sterkar á þær, þannig að Við byrjuðum í seinni hálfleik, þá sá ég eins og Petronella, hún fór að keyra svolítið að körfunni, uppskar víti, uppskar körfur, þannig að eitthvað sem þið þurfið að gera kannski meira? Já, við erum bara að vera ákveðnari. Það er bara Þú þurfið að ráða eitthvað sjóslitum í þessa rimmu, bara hvort liðið viljið þetta meira? Já, hvort liðið vill þetta meira og hvort kemur tilbúið á völlinn. Hvernig fannst þér annars svona, það var ekki gríðarlega skemmtilegu leikur fyrir utan kannski úrslitin, það var stemning og fjör hérna í Gryfjunni? Já, alltaf gott að fá svona stuðning. Ég vona að fá svona stuðning á laugardaginn. Hvernig ætlaði að nálgast leikinn á laugardaginn? Bara mæta tilbúnar og klára það alla leið. Titillinn verður tekinn á útivelli á laugardaginn? Auðvitað það markmiðið.